Hérna tímadæmi 5 þar sem við erum að svara því hvað gerist á mynd 5.42 þegar að sagatannarspennan og stýrispennan mætast. Þegar að stýrispennan færð til upp og niður þá breytist til dæmis ef við erum með peru þá breytist ljósmagnið. Ef við færum sagatannarsspennana neðar þá eykst ljósmagnið á perunni vegna þess að þá fáum við meiri hluta af sýningarbylgjunni út á peruna. Ef að stýrispennan mjög hátt hérna uppi þá ber hún saman við sagatannarsspennana mjög seint í hálfriðinu þannig að við fáum lítið eða bara alls ekki neitt af riðbylgjunni út á álagið. En það sem að gerist þegar að sagatannarspennan og stýrispennan mætast þá verður til stýripúls út frá pinna 15 fyrir jákvæða riðbylgjuna og pinna 14 fyrir neikvæða hálfriðið til þess að kveikja á týristor. Þá skoðum við hérna áfram síðan spurt hérna hve há verður spennan yfir álagið ef þessar aðstæður ríkja á mynd 5.19 við 120 gráðu opnunarhorn. Ég ætla að leyfa ykkur að skrifa þetta niður og eftir en ég ætla bara að renna aðeins fyrst í gegnum þetta fyrir að taka þetta upp núna þannig að þetta sé til en þið þurfum ekki að vera að bíða eftir hinum svörunum. Þannig að þá þetta bara reiknað út frá þessari formúl hérna og þið takið eftir það deilt með 2 hérna undir í formúlunni vegna þess að við erum með hálf bylgjuafröðun, bara 1 týristor. Og við 120 gráðu kveikihorn þá fáum við bara 24,8 volt yfir álagið. En hérna, ég ætla bara að halda áfram í gegnum svörin en við tökum þetta hægt og rólega eftir ég hef slökkt á upptökunni. Þannig næsta spurningin svona hve há spennan á pinna 5 á mynd 5.18. Við fáum í rauninni bara spennufalli yfir þessa díóður hérna og hún verður annarkot plus 0,7 volt eða mínus 0,7 volt hérna inn á pinna 5. Ok, svo spurt hérna hve mikill straumur fer díóður D3 og 4 á mynd. Nú bara svona við erum að leika okkur á því að prófa að reikna þetta út. Við byrjum á því að finna meðalgildið sem að fellur þá yfir álagið, mótstöðuna hérna, 220 kΩ mótstöðuna og reiknum svo strauminn. Og þá við fáum 99 volta meðalgildið spennu yfir álagið og deilum síðan með stærð mótstöðunar sem 220 kΩ og þá straumurinn 0,45 milliampere það bil. Nú í næsta dæmi þá spurt hve mikið meðalströmmur fer R1 á mynd 5.18 ef að sinnaspenna yfir D2 15 volt og þá tökum við fram, við reiknum út fyrst meðalgildið og drögum síðan sinnaspenna frá og díóðuspennuna 0,7 volt og deilum með stærð mótstöðunar sem 10 kΩ sem þessi hérna og þá fáum við að straumurinn 8,33 milliampere. Þetta mjög lítill straumur og næsta, við förum aftur rólega gegnum þetta á eftir. Hve mikið hægt að breyta spennun í punkti 11? Það hægt að stilla mótstöðuna hérna, 10 kΩ mótstöðuna feit á þannig að það verði 0 volta spenna inn á pinna 11 þannig að lágmarksspennan sem sagt 0 volt og síðan finnum við út með því að reikna út spennuna yfir þennan spennudeili að max spennan hérna inn þá 15 volt sem spennugjafarspennan hérna sem sýnt hérna 15 volt inn plus og mínus og deilum með stærð beggja mótstaðana til þess að finna út strauminn og síðan margföldum við sinnum stærð sillimótstöðunar sem þá 10 kΩ. Finnum fyrst strauminn og síðan sinnum 10 kΩ mótstaðan sem sagt feit og þá fáum við að max spennan getur þá í þessu tilfelli verið 10,2 volt.
og það hægt að setja það upp í Multisim til þess að skoða það líka. Allt í góðu. Í A-lið hérna, í næsta lið, hvernig spennan yfir álagið á mynd 5.20 og við skoðum það rauninni bara hálfbylgjuafriðun af því að það hérna lítur þannig út. Þá erum við bara með stýrða hálfbylgjuafriðun og þá gætum við verið að stýra spennunni frá því að vera nánast frá 0 volta spennu og yfir í að vera nánast öll hálfbylgjan. En við náum það ekki vegna þess að það ákveðin innbyggð seinkun í rásinni. En við getum líka svaraði með því að segja að þetta bara stýrð hálfbylgjuafriðun. Hér spurt hve mikið hægt að breyta spennunni síðan yfir álagið á mynd 520 í voltum og tilgerðin lægst á hæsta gildi. Og þannig að lágmarksspennan er alltaf 0 volt en ef við myndum segja að við gætum stýrt frá 0 gráðu opnunarhorni þá getur hæsta spennan orðið 103,5 volt. Þá notum við formúluna sem á formúlublöðinu fyrir stýrða hálfbylgjuafriðun og þá sjáum við hérna þess vegna deilum við með tveimur hérna líka. Það sem sagt að spennan U sinnum rótin á tveimur deilt með tilsynum pi og sinnum svíin 1 pluss kósinus af opnunarhorninu. Þannig að þá hæsta mögulega spennan út úr þessu gæti orðið 103,5 volt út úr þessari rás. Ok, við erum alveg verið búin með þetta. Hér síðasti liðurinn. Hámarks spenna þetta var komið áður. Þetta var hámarks spenna sem var fundin út yfir viðnámið hérna. Það var hérna áðan. Þetta er sama spennan hér. Þannig að þá erum við búin að fara yfir þetta dæmi hérna í upptökunni og nú ætlum við bara að reikna þetta í rólegheitum og skoða þetta. Við ætlum að stoppa upptökunna núna.